Þegar ég var lítil stelpa, orðin miðaldra kettling í dag, þá fór ég allan sunnudag í sunnudagaskólann og enn lifir sunnudagaskólinn og blómstrar út allt land og það er svo mikil gleði sem fylgir því að fá að bæja taka þátt og vinna að, þannig að okkur langaði svo mikið í Garðabæ og Hafnarfirði að sameinast og sjá og blanda saman það sem allir væri að gera og í einn suðupunkt sem er svo dásamlegt. Við höfum unnið að þessu, byrjuðum bara strax í vor að skipuleggja þetta, ætlum að vera hérna í Víðistaðakirkju, færa okkur yfir í íþróttahúsið þegar að kórarnir eru búin að syngja og þemað er örkin að snóa, eða réttar að segja dæmisagan er örkin að snóa. Þemað er verndum náttúruna, verndum lífið, tökum ábyrgð á vistkerfi heimsins og svo þegar við erum búin að því, þá ætlum við að fara yfir í íþróttahúsið, fá okkur pulsur og flokka ruslið. Og þar verða blöðrulistamenn frá Sirkus Íslands sem ætla að búa til dýr af því að það er auðvitað þemað meðal annars og við erum búin að undirbúa það, allir eru búin að gera dýragrímur og sumir komið í dýrabúningum og við erum með leikrit líka sem að dýrin leika og svo verður farið í leiki og það eru hoppukastalar og veðrið er svona í október, bara takk. Og fyrst og síðast ætlum við að vera í þeirri djúpstæðu, innihaldsríku gleði sem til í sunnudagaskólanum og það er ástæðan hefur lifað og ástæðan þess að hann er svona ótrúlega slitsterkur. Það er dásamlegt að vita það að bara alla sunnudaga klukkan 11 er sunnudagaskóli í þessum stóru kirkjum, hvar sem er Reykjavík, Hafnarfirði, Garðabæ, Keflavík, Akureyri, allstaðar. Það er svo líka svo gott. Þetta er bara fast yfir veturinn. Ef fólki langar til þess að taka þátt, eða börnin langar til að taka þátt í kórastarfinu, þá er bara að finna kórstjórana á vefsíðunni, skrá sig og koma. Kirkjan er fyrst og síðast tengsla stofnun. Tengsla bara virki. Þannig að þetta er, svona getum að bara fara á heimasíðuna, fara á Facebook-síðunar og ég veit að vera margir sem koma og sjá kóran í dag sem ég ég vil fá að syngja í kór. Þá er það í boði.